Aðstæður til knattspyrnuleiks voru hinnar bestu í kvöld á KR-vellinum og bæði lið komu ákveðin til leiks. Varnarleikur í fyrirrúmi fyrstu mínúturnar. Grindvíkingar gáfu KR-ingum engan grið á vellinum í upphafi, spiluðu þéttan varnarleik og náðu nokkrum prýðilegum skyndisóknum. Hér eru Grindvíkingar komnir á ferðina. En tekst ekki að skapa sér gott færi. Fyrir þetta kemur langa skot utan vítateig sem Kristján Finnbogason öruggur í markinu. Enn á ný er það Grindvíkingar. En hér Guðmundur Torfason með sendingu fyrir markið. Aftur eru þau komnir, Grétar Einarsson hér að reyna fyrir sér. KR-ingar meira með boltan eins og einatt áður í leikjum þeirra. En Grindavíkurvörðin föst fyrir. Og hér er það Ríkharður Daðason farin að láta finna fyrir sér í þessum leik. Hann átti eftir að koma mikið við sögu í þessum slag. Grindvíkingar gættu þeirra Guðmundar Benediktssonar og Ríkharðs Daðasonar mjög vel. Voru með 2 menn til að dekka þá og síðan spilaði Guðmundur Torfason svona fyrir aftan og var svona öryggisventillinn. Hér er Hilmar Björnsson kominn í upplátt marktækifæri en Albert Sævarsson ver. En það er Ríkharður Daðason sem nær frákastinu og hann skorar fyrsta marki í þessum leik þegar 36 mínútur rúmar eru liðnar af leiknum. Ríkharður Daðason að spila ekki sinn fyrsta leik fyrir KR, allavega er hann í byrjunarliðinu fyrsta skipti hjá KR-ingum í deildinni og hann var snöggur að átta sig á þessum mistökum í vörninni hjá Grindvíkingum og nær forystunni fyrir Grindavíkurliði. Langt liðið á fyrri hálfleik. Kristján Finnbogason með boltan. En á ný er Ríkharður í baráttunni og Einar Þór Daníelsson með skot hér nær boltanum eftir að Ríkharður hafði verið í gallaeinvíginu og Einar Þór Daníelsson skoraði hér annað markið fyrir KR-inga. 4 mínútur leiklis og KR-ingar komnu með 2 marka forskot. Þetta var prýðilega gert hjá þeim félögum. Mikil barátta hér hjá miðherjanum í KR-liðinu og varnarmönnunum hjá Grindavík og Einar Þór Daníelsson skorar hér af öryggi. 2-0. Og þá erum við komin inn í seinni hálfleikinn og hann var mun fjörugri en sá fyrri. Bæði lið reyndu sóknar bolta. Og strax var byrjað með látum. Guðmundur Benediktsson með skot. Hann var yfir við að reyna að skora Guðmundur, markahæsti leikmaður deildarinnar. Hann var í gjörgæslu nánast allan tíman hjá Guðjóni Ásmundsinni. Einar Þór komið fyrir KR-inga. En sækja KR-ingar, hófu seinni hálfleikinn með miklum látum og voru sókndjarfir mjög. Aftur eru það KR-ingar með aukaspyrnu. Ríkharður með þrumuskot en Albert vel á veði. Og þarna sést glögglega hversu þeir eru harðir í sóknarleiknum, KR-ingarnir. KR-liðið leikur prýðilega þessa dagana. Er í öðru sæti deildarinnar. Hér koma KR-ingar á góðri siglingu. Ríkharður og Einar Þór. Einar Þór kominn hér í gegn. En laflaust skot hér og Albert Sævarsson öruggur í þessu. Albert hafði nóg að gera í kvöld. Kristján Finnbogason hafði það nú einnig í hinni markinu eins og við sjáum hér. Óvænt marktækifæri og sannkallað dauðafæri hjá Grindvíkingum. Þeir voru ekkert að gefast upp þó svo þau væru 2 mörkum undir í kvöld. Sóttu á þá röndóttu. Það er ágætt í spil oft á tíðin í þessu Grindavíkurliði. Og mikil barátta. Hér eru Ríkharður Daðason kominn enn á ný og rennir boltanum í seinni hálfleiknum í mark Grindavíkurmanna. Skorar annað mark sitt og 3. mark KR. 3-0 KR-ingum yfir. Eitt af fáum mistökum sem við sáum hjá Grindvíkingum í vörninni. Missa hér boltan frá sér. Og Ríkharður skorar af öryggi. Ríkharður var mjög ógnandi í þessum leik eins og sjá má. Enn á ný eru KR-ingar komnir á ferðina. Sigurður Jónsson mátti prýðilega leik, komið hér upp að endamörkum. Með harða sóknarhríð að marki Grindavíkur og Ríkharður enn á nærstöngginni. Og sjáum hér sóknarhríðnu KR-ingar sem fylgdi í kjálfarið. Þeir pressuðu þó svo að þeir væru komnir 3 mörkum yfir. Grindvíkingar freistuðu þess að ná hröðum skyndisóknum á KR-liði.
tókst það nokkuð oft. Ríkharður og Sigurður Örn aftur og Þorsteinn Jónsson sem lék með Grindavíkurliðinu fyrra á síðustu árum. KR-ingar halda uppi stöðugri pressu á Grindavíkurmarkið. Hilmar Björnsson rennir sér hér laglega í gegn og síðan kemur skoti frá Heimi Guðjónsssyni en langt yfir. Já, þeir áttu prýðilega kafla í þessum seinni hálfleik KR-ingarnir og sóttu oft vel. Hér eru Grindvíkingar á ferðinni. Boltinn berst hér út á Hjálmar Hallgrímsson á löngu færi, bakvörðurinn Knái með þrumuskot á löngu færi. Enn eru KR-ingar með undirtökin en enn sækja Grindvíkingar, hvergi báknir. Og henn er það Kristján sem verður fyrir þeim og eins og sjá maður á þessum myndum hefði nú Grindvíkingar alveg getað sett mark hér. Guðmundur Torfarsson með skot af löngu færi með vinstri fæti og rétt framhjá, ekkert gefið eftir. En farið að draga svolítið af leikmönnum undir lokin. KR-ingar ná boltanum hér þegar einar 6-7 mínútur voru til leiksloka. Þormóður Egilsson og hér er í uppsiglingu fallegasta mark leiksins, Guðmundur Benediktsson, Ríkharður Daðason og takið nú vel eftir. Þetta er snilldarvel gert hjá Guðmundi, hjá Ríkharði Daðasyni og Guðmundi Benediktssyni sem senda á hann og Ríkharður skorar 3. mark sitt og 4. mark KR-inga. Sjáðu hér, falleg sending hjá Guðmundi Benediktssyni og Ríkharður fer hér snilldarvel með boltan. Laglega gert hjá Ríkharði Daðasyni og hann skorar 3 í þessum leik. Fyrsta heilum leik sínum með KR-liðinu. En hér eru það Grindvíkingar, leikmaður númer 13, Þorsteinn Ólafsson sem fær síðasta marktækifærið í þessum leik og skömmu síðar blés Bragi Bergmann.